Komið sæl. Við skulum byrja veðurfréttatíman þetta kvöldið á að skoða tunglmynd sem tekin var hádegi í dag og á henni þá má sjá veðraskil suðvestur af landinu og tvær smá lægðir sem að mynda hér þessi litlu göt en hér fyrir suðaustan okkur er einnig lægð sem er að komast í vesturátt og hún veldur úrkomu á suðaustur og hluta landsins í kvöld og nótt. En einnig ef grannt er skoðað þá er hægt að sjá hafísinn sem er á milli Íslands og Grænlands og miðjandag í dag þá var hann að sjá 45 sjómílur norðvestur af Straumnesi en nær Íslandi voru einnig ísbangir og stöku borgarísjakar. En ef við skoðum hér stóra yfirlitskortið þá sjáum við þessa lægðir hér fyrir sunnan og suðaustan land en einnig þá getum við séð hér lægð langt suður í hafi sem stefnir beint á Bretlandseyjar og hjá okkur þá er reiknað með að verði víða vindasamt og snjókoma á suðaustanverðurlandinu og hafa verið gefnar út viðvaranir þar og einnig hafa verið gefnar út viðvaranir víða hér í Vestur-Evrópu út af lægðinni sem þar fer yfir. En það var kalt hjá okkur síðastleina nótt, mest 19 stiga frost og hitinn í dag náði að fara upp í 3 stig allra austast og á hitasviðinu er ekki mikla breytingar að sjá. Við verðum áfram með tiltölulega kalt loft yfir landinu og einnig er mjög kalt hér víða í Evrópu og yfir Grænlandi, þannig að næstu daga er reiknað með að það verði kalt hjá okkur áfram. En ef við skoðum hér vind, úrkomu og viðvaranir í kvöld og fram til hádegis á morgun, þá hafa verið gefnar út hríðarviðvaranir hér á Suðausturlandi og Suðurlandi þegar líður á kvöldið og er þetta fyrst og fremst út af snjókomu og vindi og má gera ráð fyrir að verði snjókoma, jafnvel talsverð á köflum, sérstaklega hér austan til á Suðurlandi eða undir Eyjafjöllum og á stöku stað á Suðausturlandi. En þegar líður á morgundaginn þá má gera ráð fyrir því að það fari heldur að draga úr úrkomunni allra austast. Og staðbundið þá gæti úrkoman orðið eða snjókoman orðið svona 20 og upp í 40 sentimetrar á Suðausturlandi og hér undir Eyjafjöllum. En það skýrist nú nánar í fyrramáli þegar snjórinn verður mældur. En á morgun verður norðaustlæg átt, strekkingsvindur víðast hvar en allhvasst eða hvasst hér á Suðausturlandi og vindhviður gætu farið í 20 til 25 metra á sekundu og það gæti orðið jafnvel skafrenningur og nokkuð blint á köflum. Annars staðar verður úrkomu lítið en stöku él með norðurströndinni og hitinn verður svona frá frostmarki og niður í 7-8 stig. Og svo áfram fram til föstudags þá má gera ráð fyrir því að það dragi úr úrkomunni hér seinnipartinn á morgun og annað kvöld og viðvaranirnar falla úr gildi. Áfram norðaustlæg átt með strekkingsvindi norðvestan til og með suðausturströndinni en miðjan dag á föstudag er reiknað með að verði stöku él með norðurströndinni og eins hér norðaustan til en nokkuð bjart veður víða sunnan og vestan til. Og heldur harðnandi frostið hjá okkur. Og áfram á laugardag er gert ráð fyrir því að það verði hæð yfir landinu og kalt hjá okkur, frekur rólegu vindur en stöku él með norðurströndinni og svipaða sögu er að segja á sunnudaginn, áfram kalt hjá okkur en fremur rólegu vindur víðast hvar. Og ef við lítum á önnur lönd í Evrópu þá getum við séð að það verður nokkuð kalt í Norðurlöndunum á morgun, vindur og úrkoma víða á Bretlandseyjum og inn í Frakkland og Holland. Eins er reiknað með að verði skúraloft og snjókoma hér í Búkarest á morgun og á Íberíuskaga hefur verið varað við þoku víðast hvar eða sérstaklega þó hér upp á sléttunum en einnig er reiknað með þoku og skúrum við vesturströndina. Og á Kanaríeyjum er gert ráð fyrir að verði skýjað með köflum og hiti í kringum 20 stig og í Norður-Ameríku er lægð hér í miðríkjunum með rigningu og skúrum, snjókoma í Klettafjöllunum og eins norðan til en nokkuð bjart annar staðar. En hjá okkur er útlittur að verði snjókoma með köflum sunnan og suðaustanvert landið og hafa verið gefnar út gular viðvaranir á þeim slóðum í kvöld, nótt og á morgun. Verði sæl.